Þakka þér fyrir, Vilhjálmur. Við byrjum þetta á bjartsýnum og góðum nótum og erum hérna alveg á tíma. En næst hér Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor í kennslufræði og sérkennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún ætlar að koma hér með innlegg sem hún nefnir Skóli án aðgreiningar, viðbragðssnjallir kennarar. Gjörðu svo vel, Hafdís. Takk. Komið í sæl. Ég ætla að byrja á því að kynna mig aðeins svona gömlum og góðum íslenskum sið. Ég er í grunnskólakennari. Ég byrjaði að kenna 1974, árið sem að grunnskólalögin voru tekin gildi og mætti 1. september í minn skóla, þá var ekki verið að mæta löngu fyrr til undirbúnings. Og þegar ég kom þangað og fékk bekkinn minn, að þá var það hjálparbekkur. Og hvað var nú það? Þetta ár sem sagt kom í lög að nú mátti ekki lengur raða börnum í bekki samkvæmt námslegri getu, heldur var það blanda. En í mínu skóla var það talið að það væri þarna nokkrir krakkar sem gætu ekki verið í svona almennu bekk. Þeir eru að vera í einhverju sérbekk. Í skólanum vildi síðan enginn kenna á svona bekkjum. Svo ég var kölluð til nýútskrifuð 20 stelpan. Og ég sagði, ég kann þetta ekki. Mér var ekki kennt að kenna svona börnum. Ég þekki ekki einu sinni svona börn. Ég var í A-bekk. Og þá sagði skólastjórinn, viltu frekar kenna dönsku? Nei, ég vildi nú frekar kenna þessum börnum allt og betur en danska. Ég kenndi þeim í 4 ár og ég naut þess að vera með þeim hvern einasta dag. Reyndar var það svo að þegar ég var búin að kenna þeim í 2 ár, þá krafðist ég þess að þau fengi að vera í almennum bekk. Og ég fékk inn í bekkinn minn krakka þannig að þetta var svona blandaður bekkur. Það var erfitt, þeir sögðu, þú lækkar í launum en 25%. Mér er alveg sama, sagði ég. Þeir vissu samt ekki í hvers konar húsnæði ég bjó. Það var nú ekki neitt til fyrirmyndar. En mér var alveg sama. Og svo var það næsta sem þeir sögðu, þú berð ábyrgð á þessu. Og þá var þetta alltaf þungt hljóðið í mér, en ég sagði mig, já, þá bara ber ég ábyrgð á þessu. Það var svoleiðis. Síðan þá hefur þetta verið mitt mál sem kennara, þetta hefur skipt með miklu máli. Ég sem sagt kenndi í grunnskóla til ársins 2000 og naut þess að vera grunnskólakennar og ætla aldrei að vera neitt annað. Ég veit ekki ennþá hvað ég er að gera þess að ég er núna. En það var eitt sem ég komst að ég fór í nám og ég hélt áfram í námi og mér fannst svo óskaplega gaman að læra. Og þar kynntist ég að gera rannsóknir og það er ekki síður heldur en að vera kennari og það er það sem heldur mér þarna að gera rannsóknir. Þannig ég er búin að vera að rannsaka skóla og aðgreiningar frá ýmsum hliðum og sjónarhornum í mörgum löndum, Íslandi, Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu með fólki út um allt og skrifa þetta endalaust og þetta er líf mitt, áhugamál og ástríða, alveg í botn. Og hér er svona listi af einhverju af því sem ég hef skrifað um. En áður ég held áfram, það langar mig aðeins að tala um skilgreiningar eða hvað þetta þýðir í raun. Skóli án aðgreiningar, menntun án aðgreiningar, kennslufræði án aðgreiningar, hvað þýðir þetta? Við heyrum þetta orð og mér finnst svo lítið eins og þetta orð sé, fólk notar það bara, án þess að skilja hvað liggur á baki án þess að meina neitt með þessu. Og meiri segja það verða svona eins og neikvæða orðið. Eins og þegar við kölluðum fólk sem var með einhverja skerðingar að það fékk á sig einhvern stimpil, svo var það orðið neikvætt, því var hent út og eitthvað nýtt kom í staðinn. Mér finnst skóli án aðgreiningar vera orðið sem er notað yfir allt mögulegt og kennt allt mögulegt. Þó það eigið ekki skilið. En ef við skoðum aðeins hvað við erum að tala um. Við erum að tala í fyrsta lagi ferli, eitthvað sem við erum að vinna að endalaust og alltaf og ávallt.
Og það svoleiðis að þetta verður alltaf ferli. Vegna þess að leið og við höldum að við séum komin á áfangastað, þá kemur upp eitthvað nýtt. Það eitthvað nýtt sem gerist, þannig að við verðum alltaf í þessu ferli. En þetta ferli hefur að leiðarljósi í fyrsta lagi mannréttindi, réttlæti og lýðræði. Það snýst það. Það snýst gæðamenntun fyrir alla og væntingar til náms. Það ekki gæðamenntun fyrir suma, heldur fyrir alla og eins væntingar til náms að við lítum svo á að það geti allir lært. Þó svo að við lærum á ólíkan hátt, lærum ólíka hluti, það auðvitað svoleiðis og verður alltaf svoleiðis, en að það séu alltaf væntingar það við getum eitthvað lært. Virðingu fyrir margbreytileikum mannkyns, ólíkum þörfum og hæfileikum. Ég var í leikskóla í morgun með stöllu minni Ásu Helgu og við vorum að kenna leikskólakrakkum sem voru svo margbreytileg að það var alveg ótrúlegt. Þau áttu eitt sameiginlegt, þau voru fædd sama árið. Þetta voru stelpur og strákar en þegar við báðum þau að nefna stelpunöfn eða strákanöfn og þá gerðu þau sér ekkert grein fyrir því. Því í þeirra huga voru þau bara krakkar. Þau voru svo yndisleg og það var svo gaman að vinna með þeim í nota leiklist við að kenna þeim allt mögulegt. En leið og við erum svona margbreytileg þá eigum við líka margt sameiginlegt. Og kannski það sem við þurfum að horfa á, allt þetta sem við eigum sameiginlegt. Það ekkert minna. Nú, við þurfum líka varðandi menntun og aðgreiningar að hafa í huga breytingar og aðlögun á öllu námi að við lærum ekki á sama hátt og þá gengur ekki að halda svona áfram að það eigi allir að gera það sama, læra sömu bókina og taka sömu prófin á sama tíma og sama hátt. Þetta eiginlega alveg furðulegt að við skulum halda áfram svo. Þannig ég hlakka til þegar fólk verður búið að átta sig á því að það fjölbreytileikin við viljum hafa. En þá við ekki að setja síðan og láta alla fara í gegnum sömu þröngu hurðina sem ég kemst ekki í gegn. Einkunnarorðin eru samfélag, þátttaka og jafnrétti. Það almenna skólastarfið sem ber ábyrgð á menntun, að mennta öll börn og við þurfum þá að hafa í huga hvernig búum við til sameiginlegt námssamfélag, hvernig gerum við alla fullgildum og virkum þáttakendum og hvernig bjóðum við upp á þannig að það fái allir jafngild tækifæri. Að tækifæri sem við fáum þau skipti sama máli þó við séu ekki þau sömu, þó við séum ekki að gera það sama. En að þau skipti jafn miklu máli. Það sem sagt, við höfum í huga náms- og félagslega hlutdeild allra í skólasamfélaginu og fyrst og fremst sýn og von betri skóla fyrir alla. Þetta svo stór þáttur í lífi barna og unglinga að við verðum að skipuleggja skólan þannig að það líði öllum vel þar. Það ekki allir eins og ég sem bara hef alltaf elskað að vera í skóla. Mér finnst það ennþá skemmtilegt, en ég meina hvað ég búin að vera mörg ára þarna, 60 ár, það alltaf mörg ár. Og mér finnst ennþá svona gaman að vera í skóla. Nú, ég ætla aðeins að rifja hérna upp með ykkur, en ég ætla að fara frekar hratt yfir það, af því mér langar svo að segja ykkur sögurnar af kennurónu sem ég hef verið að vinna með. Við erum með aðalnámskrá grunnskóla sem leggur til skóla- og aðgreiningar og leggur áherslu á að grunnskóla í heimabyggð eða nær umhverfi nemenda. Þessi skóli án aðgreiningar eins og kemur fram í aðalnámskráni snýr kannski mest að staðsetningunni, þar að segja hvar námið fer fram og stundum við svolítið föst þar og náum ekki að fara neitt mikið lengra. En það ekki aðalmálið, það allavega ekki eina málið. Við þurfum líka að hugsa námið án aðgreiningar og hvað við eigum við þá? Við eigum við námsumhverfi og námsrými sem kemur til móts við náms- og félagslega þarfir nemenda og byggir á auðlindum þeirra. Og hvaða orð nú það? Það orð sem ég nota yfir styrkleika, reynslu, áhuga, þekkingu, færni, hæfileika, menningu, hvers og eins. Að hvert og okkar við búum öll yfir ákveðnum auðlindum
Og það það sem við komum með í skólan. Og við þurfum að byggja á þeim auðlindum þegar við erum að skipuleggja skólastarf, þegar við erum að vinna með börnum. Hvað það sem þau geta? Hvað það sem þau kunna? En þá þurfum við líka að hafa í huga hvað þýðir þetta alls saman ef ég segja að þetta ekki bara staðsetninguna, heldur líka vinnubrögð eða kennslufræði skóla- og aðgreiningar þar sem kennarinn býr yfir. Og það kannski fyrst og fremst það að búa yfir margbreytileikanum, ryðja úr vegi hindrunum sem komi í veg fyrir félags- og námslega hlutdeild allra og draga úr fordómum. Svona fordómum eins og svar mitt við skólastjóran þegar hann sagði ég ætti að fá hjálparbekkin. Þetta voru náttúrulega fordómar þegar ég þóttist ekki geta kennt þessum börnum. En mér finnst svo sorglegt, ég heyri þetta svo oft. Ég heyri svo oft að kennara segja ég get ekki kennt svona börnum eða aðrir segja kennara kunni ekki að kenna. Þó svo við sem að tala fagfólk, að þá fá þeir að heyra það ansi oft, en þeir segja það líka sjálfir. Nú, ég ætla að halda aðeins áfram með fræðin kennslufræði skóla- og aðgreiningar. Hvað það sem við erum að byggjum á þar? Í fyrsta lagi þetta nemendamiðuð kennslufræði. Þetta snýr að nemandanum fyrst og fremst. Meira heldur en til dæmis að námsgreininni. Fyrst kemur nemandinn, svo kemur námsgreinin. Þetta snýr að fjölbreytni í kennslu, námi og námsmati. Ég legg áherslu á námsmati líka. Þetta snýr að sveigjanleika. Auðlindir nemenda og kennara séu nýttir. Að það séu sett markmið. Og þetta byggir á fjölbreytni. Og síðan áhugasamum nemendum, og það var það sem var svo skemmtilegt í morgun með þessa litlu krakka sem við vorum að vinna með og leikskólakennarnir sögðu eftir á. Vá, þið náðu að halda athygli barnanna í næstu klukkutíma. Já, í leiklistinni í morgun þá náðu við að halda athygli þeirra í tæpan klukkutíma, 50 mínútur. Á hverju? Af því við vorum bara svolítið skemmtilegar. Það var bara svolítið gaman hjá okkur. Við settum reyndar á okkur hatta og skikkjur og skrýðum á gólfinu og breyttum röddinni og allt saman. Og það voru tímabil og leið og við sáum og þau voru aðeins að við vorum að missa þau. Þá kom eitthvað nýtt, þá var settur á hattur. Ekki meira. Nemendur voru virkir, við héldum þeim við verkið allan morguninn og svo þessi virðing. Að þegar við finnum að, eins og þannig í morgun þegar við fundum að það var komið þreyta, að þá að hægja á og taka tillit til þess. Fletti ég yfir hérna. Ég fór hérna yfir hennar. Já. Ég ætla aðeins að stoppa hérna, ég ætla bara að segja ykkur hér frá þessu rannsóknu, ég ekki að tala eina rannsókn, ég að tala margar rannsóknir. Svo fyrsta sem varð opinber, það doktorsrannsóknin mín árið 2000 og síðan hef ég haldið áfram og hvað ég að gera? Ég að fylgjast með kennurum, ég fer inn í skólastofur, sit þar heilu dagana, ég tek upp myndbönd og hljóð, ég tek þátt í kennslunni. Og ég með kennurum, ég tek viðtöl við kennara eða réttara sagt, ég byrja með því að taka viðtöl og þau verða yfirleitt að svona kennara tala saman. Þeir eru kennarar hérna í grúppunni. Já, þeir kennara fara að segja frá og þeir eru óstöðvandi. Því þeir fara að segja allar sögurnar sínar. Og svo liðs rannsakandi ég að reyna að hlusta á þessar sögur. Og þá það, hvað hef ég lært af þessum kennurum? Fyrsta lagi ætla ég að tala námsumhverfið. Eitt það sem við erum svolítið góði í, Íslendingar, við erum ótrúlega góði í að byggja flott og fína skóla. Ég búin að ferðast allan heim. Flottustu skóla sem ég sé, þeir ekki í ríku hverfunum í Bandaríkjunum eða Bretlandi, heldur hér á Íslandi. Ótrúlega skólar. En við þurfum ofta að hugsa þá svolítið hvernig skólar
stofnanir, hvernig húsnæði hentar öllum, það skiptir máli hvernig það er. Og það sem ég hef séð, þar sem þetta gengur vel upp, að þetta mjög fjölbreytt umhverfi. Til dæmis námsstöðvar eru algengar, það þýðir það að það eru svona borð eins og hér og þetta gæti verið námsstöð og þetta námsstöðin þar sem að þeir sem eru að vinna, þær eru að vinna við svipa málefni. Þau gætu til dæmis verið í ritun eða lestri eða að föndra eða eitthvað, en það er þetta námsstöð þar sem nemendur fara, þeir velja sér jafnvel inn á hana og fá að vinna við einhver verkefni sem að þeir eru sterkir í eða hafa áhuga á eða með vinum sínum. Námssvæðin eru svipuð, nú ruglaðist ég en ég var að lýsa námssvæðunum. Námsstöðvarnar eru svolítið öðruvísi því að þá eru þær meira stýrðar af kennarunum. Það er að segja að það gæti verið einhver ákveðið verkefni sem unnið á stöðin í ákveðin tíma. Kannski í 10 mínútur, kannski 20 mínútur, kannski hálftíma, þá stoppar kennarinn og krakkarnir fara yfir á næstu stöð. Þetta er svona eins og strætisvagnin sem stoppar á mörgum stoppustöðum. Nemendurnir stoppa á mörgum stoppustöðum. Svo eru þessi skjól og hellar. Ég kom í skólastofu og þar var svona bleikt tjull sem hékk úr loftinu. Hvað er þetta? Þetta er svona eins og himnasæng sem sumar stelpur sem vilja vera eins og prinsessur hafa hangandi fyrir ofan rúmið sitt. Og ég segi svona, hvað er þetta eiginlega? Þetta er skjól. Þetta er skjólið. Já, og hvað gerur við það? Þau læra þarna í skjólinu. Já, sita stelpurnar þarna inn og að reikna og lesa og svona. Nei, strákarnir. Og ég búin að vera núna að fylgjast með og hef komist að því að það mjög algengt að strákar, þeir myndu elska að sita undir þessu borði hérna því það lok fyrir. Þeim finnst svo gott að læra í skjóli. Mér finnst þetta mjög athyglisvert, það var hægt að gera eina rannsókn bara það. Af hverju líður þeim svona vel undir borðum? Þannig að í staðinn fyrir að það sé vandamál að þeir sé undir borðum í þessum bekkjum það bara hið besta mál. Þeim megi vera þarna, þeim líður vel þarna. Náms- og kennslurýmin eru opin, það mikið flæði á milli, hurðir eru opnar og það má standa upp og ganga það má fara út í glugga og kíkja, það má skreppa í næstu stofu og aðeins að spjalla, ég þarf aðeins að segja þarna vinum mínum. Eitt sem einkennir þetta líka eru skýrar leiðbeiningar og það skiptir svo miklu máli að nemendur viti hvað þeir eiga að gera og námsgögnin eru aðgengileg. Mér langar að segja það því að mér finnst það alltaf mjög spennandi, en bestu stofurnar í því, bestu dæmin eru heimilisfræðin og smíðastofur. Munið hvernig þær voru, munið hvernig maður vissi alltaf hvað maður átt að hengja upp og ganga frá öllum hlutunum eða hvernig skeiðarnar átt að liggja í heimilisfræðistofunni. Svona skipulag virkar vel. Nú sé ég að tíminn, ég átt að vita það, ég get að tala endalaust þetta, mér finnst það svo skemmtilegt. Aðeins að skoða kennsluhættina, að þá kannski aðalmálið þar að skipulagi, það fyrir allan hópinn, en leið alltaf verið að hugsa hvern einstakling. Það skipulagt stórt verkefni eða bara þetta venjulega lestur og stærðfræði og það hugsað það fyrir allan hópinn en líka hvernig ger ég þetta með hverjum og einum. Hvað hafa kennarar sagt mér? Eitt af því sem að ég hef komist að að það að vinna í teymi, að kenna með öðrum kennara, að það getur skipt sköpun til þess að skólan aðgreiningar gangi. Þetta flókið verkefni. Það reynir á og þá svo gott að við erum tveir kennarar að vinna málefnið. Aftur og aftur fæ ég og þetta búið að vera alveg hreint gegnum gangandi í öllum þessu rannsóknum mínum, en þegar að búnir eru til þessir hópar þá skiptir máli hverjir eru í hópunum. Gildi og viðhorf þurfa að vera svipuð, segir kennari. Þetta skáletra, þetta allt eftir kennurum, haft eftir kennurum. Við tölum okkar nemendur, ekki hennar eða þeirra. Nemendum í fjölbreytta þarfir eru áskorun og við ákveðum í sameiningu hvernig við bregðumst við þeim. Við skipuleggjum kennslu, viðfangsefni og verkefni saman.
Teymin eru hjarta skólans. Við útbúum námsumhverfi og námsvæði í samræmi við auðlindir nemenda. Samstarf léttir vinnuna, samábyrgð og umræður og við tökum erfið mál ekki með okkur heim. Ég ætla að sleppa hér. Ég ætla að fara hér inn aðeins af því að þið gæti kannski haldið að þetta væri síðan bara ekkert mál. Jú, þetta er heljarinnar verkefni. Og það eru ýmsar áskoranir. Í fyrsta lagi er þetta með samstarfi. Við þurfum að finna einhvern sem að við eigum auðvelt og gott með að vinna með. Og við leitum að því. Síðan er það annað sem að mig langar að nefna hérna og það er ólíkur kenningabakgrunnur. Og hvað meina ég með því? Ég meina það með því að þeir sem læra að vera almennir kennarar eða námsgreina kennarar, þeir læra að kenna einhverja ákveðna námsgrein á ákveðin hátt. Það snýr um það að það geti allir lært og ég sem kennari þarf bara að bregðast við því. En það er mjög ólík nálgun miðað við það sem til dæmis sérkennarar koma með inn eða sérfræðingar sem byrja á því að skoða hvað er að nemandanum. Já, við þurfum nú að bjarga þessu, við þurfum að laga þetta. Og það verða mjög oft árekstrar í skólum. Það er kvartað yfir því að kennarar leiti ekki til sérfræðingan eftir hjálp. Þegar ég spyr, af hverju gerið þið það ekki? Að þá segja þeir bara tala allt annað tungumál. Og hvert leitar þau þá eftir aðstoð? Ég tala bara við samkennarana mína, eða kannski skólastjóra. Þeir tala bara annað tungumál. Þetta er reyndar til meistararitgerð eftir einn af nemendum mínum. Nú síðan er það, skipulag er ósveigjanlegt. Þeir kvart yfir því þeir langar að breyta en nei, þetta verður að vera eins og þetta hefur alltaf verið. Og það er ekki bara kennararnir sem eru ósveigjanlegir, foreldrar geta verið líka. Þetta var alltaf gert svona þegar ég var í skóla. Hvað þarf að vera að breyta? Og þannig að það er oft til erfiðleika og svo tíma og fjármagn. Það segja það allir. Þau byrja allir að segja við höfum ekki tíma til að gera þetta og höfum ekki peninga. Og hjá mér er þetta svoleiðis, það er ekki hægt að tala um, það er bannað að tala um tíma og fjármagn. Tími það þýðir forgangsröðun, fjármagn það þýðir, þetta er fjármagnið sem við höfum og við verðum að gera það besta úr því. Eftir að hafa verið út um allan heim og séð skólaanaðgreiningar við aðstæður sem að voru ekki mjög góðar, en þar voru viðhorfin í lagi, þá veit ég að þetta snýst ekki um peninga og fjármagn. Það er bara eitthvað sem við segjum alltaf. Þetta snýst um það, þetta snýst um viðhorf og þetta snýst um forgangsröðun, þetta snýst um vinnubrögð og þetta snýst um það að við búum í samfélagi sem er eitt ríkasta samfélagi í heimi og við getum þetta, við viljum þetta. Við getum það. Við getum komið til móts við alla nemendur þannig að öllum líði vel við að fara í skóla og finnist gaman að vera í skóla. Ég sé að tíminn minn er búinn. Ég ætla að setja þessa hérna upp. Hún er eldgömul, en mér finnst hún alltaf svolítið táknræn. Þið sjáu hvað ég var að gera. Ég var að föndra, af því ég var alltaf að læra og ég var að hætta að prjóna. Þá var ég að fara að föndra. Hvort viljum við að þetta sé svona? Allir eins nema einhverja einn. Eða ætlum við bara að viðurkenna og samþykkja að við erum alls konar. Og ætlum bara að vinna út frá því og hætta þessu þarna. Takk fyrir mig.